í Kamara. Takk fyrir þennan fallega hring. Ég vil segja að búið er að setja sterkan ljóshring kringum þennan hóp. Og eru margar ljósferur að tengjast þessum hring til að taka þátt í að efla friðinn, efla heiluna, kærleikaninn á jörðina með ýmsum ljósakóðum. Ég vil segja nú í jörðin í átökum. Móðir jörð er í átökum þar sem hluti af henni eru að orka eða tíðni sem er að tengjast núna inn á jörðina eru komin inn á orkusvið jarðar, tengist eins og net inn í neti og gryddi jarðar og móti er lægri tíðni sem er gamla orkan, gömlu kerfin með lága tíðni sem þarf að yfirgefa jörðina. Þessi vinnsla er nú í gangi. En ég vil lýsa því hvernig nýja fallega ljósa orkan sem er að koma inn á orkusvið jarðarinnar er að tengjast inn á móður jörð, djúpt inn í jarðarskorpuna og lyfta og hreyfa það sem þjónar ekki móður jörð lengur. Þetta er eins og ljós ábreiða sem teygir sig smá saman lengra og lengra inn í orkusvið jarðarinnar. Og ég vil samt segja, þó ljósið sé að koma upp á mörgum stöðum á jörðinni, að þá hangir þetta allt saman. Þessi tíðni, þessi sama tíðni, þessi ljós ábreiða sem er að koma inn í orkusviðið. Og þetta er að orkusviðið og þessi ábreiða er að teygja sig dýpra og lengra og til fleiri mannsála, mannsbarna. Og ég vil tala mannsbarnin sem eru í lágu tíðninni, eru í gömlu orkunni. Þeir sína, ég vil segja hvernig hendur eru hlekkjaðar og ég vil segja hvernig leiðtogar heimsins í þessari orku eru að herða í hlekkjunum og eru að herða í á móti því sem ljós ábreiðan teygir sig inn og dýpra inn í orkukerfi jarðarinnar. Og ég hef áður sagt og ætla að segja aftur að þessi átök verða harðari og verða harðari eftir því sem líður á. En á endanum gefur þetta eftir, gömlu kerfin, þessi lága tíðni og ljós ábreiðan nær að komast dýpra og lengra inn á jörðina. Já, þó að sé ekki friður á allri jörð, móður jörðinni núna, að þá kemur friður á með tímanum, vil ég segja. Eftir því sem tíðnin hækkar og meiri hjálp kemur,
frá öðrum stjörnum vil ég segja, til að efla ljósábreiðuna, ljóskerfin inn á jörðina sem lyftir mannsbarninu úr hlekkjunum, úr lyginni, úr kerfum sem eru á lágri tíðni. Já, það er komið ljós, sterkt ljósakerfi inn á jörðina með hjálp fjölda ljósvera frá öðrum stjörnum. Þetta er verið að eins og vefja þetta inn í kerfi jarðarinnar, móður jarðarinnar. Þannig að gömlu leiðtogarnir sem eru á lágu tíðninni, þeir get ekki meir. Já, fallega ljós, fallegi kærleikur, lyfti hjörtum mannsbarnsins, lyfti kærleikan inn í mannsbarninu. Og við sjáum eftir örfá ár verður ljósábreiðan, ljóskerfin, hún að ná sterkum, öflugum, vil ég segja, öflugum kærleik, öflugum kærleiksböndum, öflugum ljósábreiðu, vefja hjörtu mannsbarnanna. Já. Það þarf líka heila móður jörð. Móður jörð fari gegnum breytingar á sama tíma og ljóskerfin og ábreiðurnar eru að koma inn á svið jarðarinnar. Já, það þarf margt að losa úr móður jörð. Eftir svona langan tíma á lágri tíðni. Það þarf að hækka tíðnina, nú hækkar tíðnin. Og ég vil segja að jörðin mun nota eða í gegnum náttúruöfl, vil ég segja. Í gegnum náttúruöfl mun jörðin hreinsa sig. Samhliða því sem hátíðni kemur inn á orkuvíddir jarðarinnar, inn á netið, jarðarnetið. Já, það verður friður á jörðinni. Tíðnin breytist smátt og smátt gegnum tíðnisvið jarðarinnar sem hækkar og hækkar eftir því sem fleiri kóðar, fleiri, ég vil segja forritun, ljósaforritun, breytingar inn á jörðina. Fallegi litir komin í gegnum
orkusvið, inn á orkusvið jarðarinnar, frá eða með þessum ljósverum, fallegu ljósverum sem eru hjálparar jarðarinnar. Ég vil segja að það verði ljós á jörðinni, kærleikur. Margir þurfa að ganga í gegnum þjáningar á meðan þessar breytingar standa. En bara við, alveg við, ég vil segja við þröskuldinn hjá hverjum og einum, hinum einn, við þröskuldinn. Er hurðin opin til að stíga inn í kærleikann. Mannsbarnið þarf að stíga inn hurðina og opna og taka við ljósinu í hjartað. Já. Það er mikil hjálp núna á jörðinni. Ég vil segja að netið, ljósanet jarðarinnar eða í nokkrum leyerum og þessi leyer koma á mismunandi tímum og þjóna mismunandi hlutverki í að hækka tíðnina inn á mismunandi vitindi jarðarinnar. Vitindir jarðarinnar eru margar og þær eru að þjóna mismunandi þáttum inn á jörðinni. Þannig að þetta tekur tíma. Já. Takk fyrir þetta. Takk. Ramses er hér. Hann er að sýna hvernig leiðtogar sýnir svarta fólka, leiðtogar og gamlu kerfunum 5 sýnir akur þar sem þessi leiðtogar, akurinn er merking það sem vel hefur verið gert og byggt upp og það sem er heilbrigt. Þessi leiðtogar eru að brenna akrana, eyðileggja akrana og eru að saxa niður. Það sýnir mér hvernig akurinn er
eyðilagður, þar sem ekki verður hægt að byggja upp aftur. Það er gengið inn á fallega akra og þeir tekni niður og sýni mér með verkfærum sem raun voru bara tákn hvað eyðileggingin er mikil á fólki, byggingum, kerfum. Og þessi leiðtogar halda áfram að eyðileggja. Þess vegna eru þessar friðarviðræður sem hafa verið ekki skila neinu og hann vill segja bara eins og leikrit, segir hann. Það sýnir hvernig snákarnir eru innan þetta allt saman. Það sem verið að róta upp og skemma. Þetta verður næstu 2-3 árin þar sem þessi leiðtogar fram að einhverju tímapunkti, segir hann, og sýnir svona endapunkt fyrir hvern og einn leiðtoga. Þar sem ekki er hægt að halda áfram þessum leiðum. Ekki er hægt að halda áfram að eyðileggja. Nánast eins og það sé ekki hægt að gera meir að eyðileggja. Því að það leysir ekki neitt. Ramsir sýna líka að þessa aðferðir sem þessir leiðtogar nota er til þess að búa til ótta og sýnir mannfólkið og mannsbarnið. Koma niður á hnén á meðan þessu stendur. Margir þurfa að ganga í gegnum mjög erfiða tíma, erfiða þjáningar. Já, þetta er mikil átök. En á meðan þessi leiðtogar, hann vill segja brenna allt að baki sér, þar sem í raun og veru þeir fara út til enda. Þá þarf mannsbarnið að yfirstíga óttann inn í sér sem verið er að skapa með þessum eyðileggingum. Óttinn sýnir mannsbarnið á hnjánum. En óttinn er aðferð sem þessir leiðtogar nota. En þegar þessi leiðtogar renna sér skeið, taka aðrir við sem eru
andránsins vill næstu segja eins og bjarga eða senda, sýnir hvernig þessi nýju leiðtogar halda á ljósi og gefa von og færa ljósi til mannsbarnanna. Þessi nýju leiðtogar þannig að mannsbörnin geta staðið upp með reisn, upp úr óttanum, inn í þakklætið og auðmýktina. Hann vil segja, sýnir núna opna bækur, þar sem mannfólkið mun öðlast mikið lærdóm inn í hjörtin sín eftir þessa erfiðu tíma. Og hann opnar bækur og sýnir hvernig mannfólki stígur upp úr. Nú sýnir hann þau stíga upp úr þessari þjáningu, en stíga upp úr því að vera þar. Því ég sé fólk rísa upp, segir hann. Þegar þekkingin kemur inn. Með nýju leiðtogum, með nýrri reynslu, með með kærleik, segir hann. Þetta verða tímar og uppbygging á nýjum friðar sameiningun jörðina, þegar þessi þekking og þessi auðmýkt og þakklæti flæðir móður jörð. Hann vil sýna og sýnir hann Æsis stíga upp og rísa sem tákn hvernig jörðin rís upp, mannsbörnin á jörðinni rísa upp. Úr þessum óttatímum inn í þekkingu, inn í kærleikann, inn í auðmýktina og þakklætið.
Ramses þakka fyrir.